Góðan daginn. Fyrir ykkur sem ekki viti hvað ég heiti, þá heiti ég Guðjón Kristjánsson. Maður er menningarsérfræðingur og vinn á lyfjadeildinni. Og ég ætla að tala í dag meðferð bólgusjúkdóma í börn. Og það virkar á svona. Það byrjar að minnast á þessa konu hér. Við sjáum þetta Nanna Svars. Þið erum náttúrulega öll hver það er ekki. Það er hvað að hittnast. Það er að hittnast. Komið Sarasúttir. Það er rétt, við komum að Sarasúttir. Þetta er fyrst Kvennaðar svona prófessor Svíþjóð. Þessi kona missti 4 systkini sín í berkla og hún ákvað það að hún ætlaði slapp með naumöndu sjálf og veikindi og hún sagði það og lofaði sér samt að hún ætlaði að gera eitthvað gæfulegs í lífi sínu, að láta lífi sér vel. Og fóru til rannsóknir, var prófessor og fann fljótlega hans að hún var að sinna giggsjúklingum að súlpa getur gott og líka aspirín og svo settum þetta saman í súlpasalasinn og sem hún notaði. Svo virkaði þetta bara svo rosalega vel á gardabólgu og það er fyrsta lyfið sem höfðurskurð í gardabólgu. Stærsta markar sem 50 tímamóti í sögu í garnabólguna. Krónískar garnabólgur stundum skammstað með IBD á ensku, inflammatory bowel disease. Við þekkjum þá oft undir þetta. Það skiptist nokkra undirflokka, þess að við vitið. Það er sáristabólga, krónsjúkdómar og svo það sem kannski margir þekkja minna, það er smásæð ristibólga sem skiptist í bandres ristibólga, kollagenkolitis og svo eitilfrumu ristibólga, lymfosítikolitis og svo óræðin ristibólga sem er síðustu hópurinn sem við tölum mjög sjaldan en ég er samt sem á 10% af hópurinn. Þessu stendur hversu algengt þetta er. Ég var einu sinni á kúrs og þá í terrorkúrs taugasjúkdóma og þá var að tala um myasthenia gravis og þá var hallaði fyrirlestur og hallaði fram hversu sjaldgæfur sjúkdómur það væri og sagði það er bara eins og þið myndi sjá krónsjúkdóma hverjum degi þetta er ekki svo mjög margir sem þetta er. Þetta er þó nokkuð stór hópur, það líktu svona sirkatölur, óbekkta útreikna. Það var gerð athugun á vegum ECHO eða í Evrópska Crohns og Colitis samtakanum fyrir nokkrum árum og íslensku tölurnar voru ekki mjög nákvæmlega en það er eitthvað svipað, eitthvað þessum dúr með þá samantekt sem var gerð. Og þið sjáu þetta er breskur meitari sem fór í gegnum Poplasons og gerði svona Poplasons-stúdíu og vildi meina að það að því væri þetta vanmetið með 27–38% eftir því hvernig þetta lítur á þetta. Aldursdreifingin, þetta er fyrir krónsjúkdóm. Við vorum að skoða nokkrar mismunandi tölur. Eins og ég sjá þetta frá 1955 til 1989 og þannig að tala það að bólgusjúkdómar aukast í heiminum og ég fann það kannski á síðustu tölur núna sem frá Kanada og það líta mjög svipað út bæði varðandi tíðni og aldursdreifingu. Þetta er sem sagt fyrir Crohns og þetta er svona lítur heimurinn út. Það er ekki eftir. Þetta hvernig þetta lítur út í heiminum og þetta eins og ég sáið, næstu tíðnar eru það sem það kallað
Vesturlönd eða Innþróunarlöndin sko, en maður veist ekki kalla það lengur heldur. Í dag þetta kallað Zone 1 í raun og veru, en þar sem ríkasta fólki býr í heiminum, svo minnkar þetta þar sem annaður, og þetta hefur haft áhrif á kenningar orsök sjúkdómsins. Þetta hér fyrir sáreistu fólk og það sjáum við það aðeins eldri hópar og aðeins jafnari dreifing yfir aldursdreifing, þannig ekki alveg sami toppurinn eins og maður sér oft í sáreistu fólk og það sér mest yngra fólk. Og þetta heimskorti fyrir sama. Ég myndist að þessar smásaðarvístabólgu, ég ætla ekki fara mikið inn á það í dag, en þetta þýður það því að spekla það sjáum við ekki mikið, það lítur alveg eðlilega út í slímuninni. Það engin sýnileg bólga og við þurfum brandveislýstibólguna. Þetta yfirleitt meiri konur og konur ekki aðbýðast af þessu tveimur. Og ég held því sem ég skrá hjá mér cirka 30 einstaklinga á þessu svæði, en það leggst fyrir kollagen, það aðeins inflammatórs kringum akkurat undir slímhúðinni sem truflar svo frá svo vökva og veldur niðurgangi. Sáreistabólga, ég ætla að fara hratt yfir aðeins þetta viti og þekkju þetta. Hvernig sáreistabólgan en það náttúrulega bólga í risnið og fyrst og fremst í slímhúð, bólgur sem samhangandi frá endaþarmi og einkennin blóður í hægðum. Það kemur fyrir með mjög takmarkaðar bólgur í mennsk, að þá ekki bara með hægðartölu, ekki með þann klassíska niðurgang, heldur meira bara urgency og tilbyggjum það þurfa að fara oft sem einhverja tími. En niðurgangur oft einkenni og blóður í niðurgang. Og þau tala oft það að þessu veik, ég ekki frískur. Hiti fylgir oft með mikið bólga og við sjáum á þyngdar og kveisuverkur þegar þetta orðið mikið og langvinnur sjúkdómur. Útbreiðslan þar neðstu vísir í greiningu cirka 80%, það stærstu hópurinn, 20% og verður svo smá saman 30% en með bólgu í öllum víslunum. Gangur getur annars verið krónískur með vestmæðum, þar sem það toppa af og til, eða þá maður með krónísk samfellda bólgu, þar sem þeir upp og svo þetta sem krónískt í gangi. Við skiptum sér við væga bólgu, niðurnámsvirka og mikla bólgu. Svona lítur slímhúðin út þegar það að jafna sér til mikla bólgu. Það svona sertupólípar og það getur verið mjög ójæft. Þessi myndböggi sér samt algengur að sjá þetta eftir krónsvölu sem það dýpir sár. En en það verður í sáreistubólgu. Þetta hér hlutur sem raunir það sem við viljum að meðferði svo reyna að forða okkur fram. Við viljum ekki lenda því að fá tóxíska megabólgu. Við viljum ekki lenda því að hann þrói þessi krabbaminn með króníska bólgu. Við viljum ekki sjúklingur lenda því að fá stífan ristil svo að fá missa alla hálstarinn með þetta krónísku bólgu og fíbrinn. Þetta mjög auðvitað að spekla til svona 1,1 sekúnd. Bara stífslangar sem maður breytir því, en hann virkar ekki mjög vel. Sem betur fyrir sjáum þetta mjög sjaldan í dag. Krónsjúkdómur, hann getur komið hvað sem ólíkur. Sáreistubólgur sem bara í ristilinn. Þannig ef við tökum ristilinn úr sáreistubólgu, svo kringið, þá erum við búin að taka, ef við tökum ristilinn, þá erum við að taka sjúkdóminn úr einstaklega. Það gerum við aftur móti ekki í krónsjúkdóm. Hann ekki bara í slímhúðinni, heldur hann nær í gegnum vegginn. Bólgan
ekki samhangandi og myndar miklu frekar út af því dýptinu þá myndar miklu örmyndun og þrengingar og við oft sjáum við granulóm sem mynda kýli. Einkennin er aftur á móti mjög svipuð þó meira kviðverki og við sjáum í þessum verslunin meðurur þyngdarnar eins og í sáristabólgu. Það er algengt að sjá það í Crohns. Þessi sjúkdómur líka aðeins öðruvísi í ganginum en hérna út af því að fer á dýpinu og gefur þrengsli og virknin í sjúkdómi örlítið öðruvísi. Hann getur verið og haga sig eins og sáristabólgu í köstum en það er algengt að hann sé alltaf raunin einhverja virkni nema við höldum hann niður með meðferð. Og þessi kallar mér þetta sem neðst kannski það sem við sjáum þess að það er algengust í Crohns. Það er oft bara stöðu virkni í sjúkdómnum og þó kannski stela meina það hvort er algengari. En það er erfitt kannski stundum að vita hvað er. Þetta hér myndar mjög mikla virkni í Crohnsbólgu með djúp sár og cobblestóns munstur. Greining þessa sjúkdóma byggir eins og bara við sem eins og hefur alltaf verið á söguspeisting sjúklingsins og einkennum, skoðun sjúklingsins og svo höfum við ýmsar blóð- og hægðaprufur og við setjum það í sáristabólgu þarf að útiloka aðrar orsakir eins og CMF og aðrar sýkingar. Fyrir mörgum árum kom mjög mikilvæg grein frá Rússlandi sem sýndi fram á það að pathogen gátu ekki greint á milli í PAD-raunuru hvort það var kampylobaktersýking eða hvort það var í sáristabólga sem var að byrja. Þannig við sögðum oft þá og segjum ef maður fær eina verslun í sáristabólgu þá getur maður ekki sagt að með vissu að sé sáristabólga. Það þarf að fá næsta verslun til þess að vera vissum að sé að hafa ekki verið einhver sýking eða eitthvað annars. Þetta er ekki alveg fyrir eftir öðrum þáttum líka eftir hversu lengi það hefur verið og hvernig hefur hafið sig. En allavega þá þetta hérna. Góðan standard svo speklunin að skoða og sjá hvernig þetta lítur út og ná sýnum og fá vefjagreiningu. En sérstaklega í Crohns-sjúkdómnum skiptir röntgen miklu máli. Við getum oft ekki skoða smákirnin nema með að gera CT eða serólómu til þess að reyna svona átta okkur á því hvaða sjúkdómi við erum með. Fylgisjúkdómar. Þetta er ekki bara sjúkdómar í för, við tölum það að Crohns og sáristabólga séu áttum sjúkdómar sem eru margar fylgisjúkdómar og í systemi. Við erum með þessar bólgur sem fylgist í augum með írít og konjunktivít. Við erum með liðverki, mjög algengt í þessum hópi, sjáum alltaf svona cirka 10% sem sé með liðbólgur. Lifur og gallveir kannski sá sjúkdómur sem við hræðist hvað mest. Primary sclerosing cholangitis, en það er mjög alvarlegur fylgi. Þannig að þessi sjúklingar missa lifrina á cirka 10 árum eftir að sjúkdómur byrjar, en maður getur ekki haldið mjög. Bakverkir, ég sagt að það svega, þessar stúdíurnar eru mjög misvísandi hvað það varðar. Beinþynning sjáum við oft að það er meira afleiðing af næringarástand og króníska bólgu. Húðsjúkdómar sjáum við þegar dósum í cirka 2,6% eru algengar Crohns og 10 gangrenósum er algengara í sáristabólgu, sérst í báðum og
50% eru hérna þessum firmum, 40% af gæmdunum eru líka með IBD, þannig að það ekki alveg 100% fylgni það milli. Þannig að þó eru firmur 40% gæmdunum fylgni það að við séum sáristabólgu eða bólgusjúkdóm í görn. Þetta mynd af því, hræðileg sár sem erfitt hérna hægna. Þetta hérna mynd af slefasandi kórangít með perlur, með dæmigerðum perlubaldið. Við sjá hérna hvernig gallgangur verða misvíður með sklerósum og hérna valda króniskum fibrósum og skemmdum sem svo hérna eyðileggja lifrina. Eryþema nodósa þekkið þið. Og svo þegar ég er búin að segja þetta alls saman, þá getið þið svara hérna spurninguna fyrir möðunar krónsjúkdóm og sáristabólgu. Þetta lærið bara svona til þess að gaman. Ég hefur haft þetta í kersumstundum. Þetta svona ákveðin þættir, en það mikilvægt þess að krónsjúkdóm öllu götunni, sáristabólgunni bara fyrstulegum. Það þessi djúpa bólga sem skapar fíbrósur og annað sem skilur á milli og við erum með meira verkjavandamáli í krónsjúkdómi. En hver eru þá meðferðarmarkmiðin og hvernig hafa þau þróast? Það hefur verið ákveðin breyting í meðferðin á þessum sjúkdómum getum árið og við erum raunum veru að færa okkur þar að fara að reyna að bæta einkenni og fá klíniska remisjón yfir meira að reyna að breyta gangi sjúkdómsins. Þess að markmiðið hefur aðeins verið að skýrast og við vitum meira sjúkdóminn, við vitum meira hvað við getum gert til þess að draga úr bólgu. Ef við drögum það saman, þá þess að markmiðið að minnka bólgu, snúa ferðinu við lækningu, minnka áhættuna á verslunum, reyna að gefa sjúklingum góð lífsgæði og betri líðan. Það oft mjög skert lífsgæði að vera með króniska bólgu, króniska verki í meltingarvegi. Og jafnvel þó að þeir finni ekki mikið fyrir sjúkdómum kannski nema þeir að þurfa að hlaupa, þá þetta samt mikið skert lífsgæði og þeir upplifa það sem mikið handicap, að vita hvað salernin eru, að vita að passa sig, maður vil ekki fara í hvert sem hann hefur þrátt fyrir þetta fyrir sig, maður þarf að borða og svo framvegis. Og lokum viljum við reyna að forða þau frá því að þurfa að fara í aðgerð, en ef það þess þarf að velja rétta tímasetningu, ekki of seint, en ekki of snemma heldur til þess að taka ekki of mikið görn eða krónsjúkdóm, að reyna að spara eins mikið görn eins og við getum, ef sárisbólguna reyna að setja rétta tímasetningun á það, hvenær að fara í aðgerð. Þetta hægt að draga saman í þetta glaði sem við klána. Það halda sjúkdóminn í hvíld sem lengst og forðast langtíma hvíld í hvíld. Það forðast því að fá þessa fíbrósu skemmdir sem við minnkum einkenni. Þá betri það sem við notum, það minnkuð einkenni, betri endurskópis og svo sjáum við að slíkinn batnar og með það fáum við það sem við erum að sækjast eftir. Það fínt aftur remisjón. Jú, remisjón. Frá því að hafa verið kannski fyrst og fremst bara að gefa, lifa hana, þá alltaf ljóst að þessi sjúklingar þurfa nákvæm sem krefst meira en bara þess að lífja. Þeir þurfa oft fræðslu hvað það þeir þurfa stuðning. Það ekkert samtidig að maður með stungan einstakling sem að fá sína greiningu fyrsta skipti, ykkur tvítugt og sér bara fyrir sér
að lífið sé hennar bara búið, sko. Ég bara missa ristilinn, hvað með það að vera með stóma, hvað þá með það að hitta maka og svo framvegis. Allt þetta gjörbreytir þeirra lífi og það þurfa mikil stuðning til þess að klára hvað gegnum þetta áfall sem greiningi verður. Tilfellin geta verið mjög flókin. Við erum búin að vera með mjög flókin tilfelli núna bara hérna upp á gjörgæslu hér og það getur verið erfitt að vita hvað og hvernig bólgan og þá mjög flókið að setjast niður, fara yfir atriðin í multidisciplinary sem það skurðlæknir og lyflæknir og aðrir sem koma að sjúklingum, næringarfræðingur. Þessi sjúklingar þurfa líka oft sjúkraþjálfun til þess að halda sig við og þeir missa mikinn vöðvamassa í bólguástandinu. Þannig að það margt sem það koma að þessu til þess að gangi allt saman við. Ef við lítum kenningar og einhverjum orsök í IBD að þá það þannig að setja 10% sjúklingar hafa einhvern í fjölskyldu sem hafa haft þetta. Þannig að það einhver gen og við erum búin að finna nokkur þeirra sem stuðla að eða leiða eiginlega til þess að fólki fari í þessa sjálfsofnaðarsviðbrögð og það 2-10% áhætta fyrir systemi og fólk að fá IBD. Ef við skoðum einingja eða tvíbura, þá það þannig að ef þú einingja tvíburi og innfær Crohns-sjúkdóm, þá 58% líkur að þú fara. Sem segir það að þarna sterk genetísk tengsl. Í sársbólgu talnamun lægri, 6,3%. Það tölur teknar úr sænska tvíbura við safnum síðan söfnum saman öllum tvíburum í einn database og hafa út frá því skoða alls konar sjúkdóma og fylgni og annað út frá því gerð svo genetískar rannsóknir. Við vitum að það umhverfisþættir með þessi séntugröta með heimskortið. Það einhver þættir í umhverfinu sem skipta máli og það hafa verið miklar umræður þarmaflóruna og þýðingu hennar. Sumir tala skort á sýkingum, þar segja að sjálf ánæmiskerfið hafi ekki haft þessa stímulans af parasítasýkingum og öðru sem óreikna umhverfi en það sem við lifum í. Það talað sýkingar gæti verið, en verður fyrir sig lengi eitthvað Crohns ætti einhver tengsl við berkla. Reykingavitið það verndandi í sáristbólgu, en aftur á móti vitum við það að það auk áhættuþáttur í Crohns. Þannig að það skiptir einhverju máli. Appendektómía verndandi fyrir það að fá sáristbólgu. Ekki mikið en samt aðeins. Það var til meira þess að gera stúdía þar sem með reyndi að taka botlingarnir til þess að reyna að fyrirbyggja en það kom ekki vel út að þess að skipti ekki miklu máli. Þannig að það var hægt við það. Stress mikið talað það mjög margir sjúklingar sem upplifa það að þau fengu sjúkdóminn eftir áfalli eða eitthvað annað og það margar stúdíur sem tala á þannig að það hefur þó ekki verið hægt að binda þar 100% þar að þetta orsök. Mataræðið virðist skipta máli í Crohns-sjúkdómi. Ef maður setur Crohns-sjúkling á föstu, þá það svo gefa 60% af sterum. Og svo það náttúrulega lyf eins og NSAID sem geta vakið og gefið sárabólgu líka bólgu og það við höfum alltaf sagt að IBD-sjúklingar eigi ekki fá NSAID bólguefndi lyf. Ingvar Bjarnason sýnt aftur á móti það að það ekki alveg sagt, það ekki allir. Eru viss undirhópur sem viðkvæmur fyrir NSAID en við vitum ekki alveg hverju það þannig að við erum ekki að sensa almenna ráðleggingar áfram
að þau eigi ekki fá bólgandi lyf. Svo kemur að stundu fyrir að þau sé búin að prófa það og búin að taka það, þá ef það gengur vel, þá leyfum við það. Hvaða lyf það þá sem eða hvaða bólgu þeim að gera? Þetta hérna tekið Lancet til 2017. Þetta mynd sem lýsir heilbrigðu ástandi. Svo gerist eitthvað í görnum, það verður rof og leki. Það sem eins og stendur dysbiotic microflora, mucosal injury og inflammation. Og sem vekur upp hvernig kemur þessu af stað. Við það verður ákveðið ofnæmisvar og það verður sýtukína, bólguefni sem myndast og við gerum að stað innræktarkerfið og við sjáum lymfufrumum og út frá þessu þessum innbýðustöðurinn hvernig bólgupössun og hvar við núna komnir að átta okkur á því hvaða þættir skipta máli fyrir bólgunum. Partísum það að kalla á hvítblóðkorn, við getum haft áhrif á það að stoppa það, við getum haft áhrif á myndun þessa sjálfsvinnandi bólguprósessa. Þetta blokkera með anti-TNF-alfa eða þá jakkhemma sem það seinasta. Þannig að þetta ótrúlega sjóður af mismunandi hlutir sem getum haft áhrif. Hérna bara að setja inn þau lyf sem í gangi. Við sjáum það verið að testa ákveðið sýklalyf, við erum með fekaltransplant og fleira, þar sem við erum að reyna að hafa áhrif. En þetta saga. Og Nanna Svarts var hérna upphafi. Svo kom spérarnir, einhvers veit hvað asetasól Acetalkól meðal. Já, acetalkól. En þetta bórið asetasól. Tjóru saman. Tjóru saman. Þetta ekki tjóru saman, þetta arsenik. Og það ennþá notað út í heimi, og ekki verið notað í Íslandi lengi sko. En þetta virkaði perfektur próktítan. Eina gallinn á það að maður gat ekki farið yfir ákveðinn áskamt. Þannig að þá drepur hann sjúkling. En þetta súri próktíta sem aldrei svöru neinu. Tekur stíla með þess asetóraarseniki og lögðust bara svona. Það var lettur þó að vísu einu sem fekk var allur rauður sko, hann bara fekk einhverju vonæðsviðbrögð og fekk svo total, hvað heitir þetta? Hann var alveg bara svona total rauður, hann var bara með scaling og þetta svo lyfið sem vera in pipelines eins og það og geta bara með svona til þess að gamas. Það heilmikið að gerast í þessum heimi og þetta fyrir Crohn's og Sjögren's-bólgu og hringirnir það sem við kannski að fara og byrjuð að nota. Þetta önnur mynd af því sama og því sjáum við anti-adhesum, þessu sem ráðast af þessar glýkosídana, nitrogen target, og þetta þessar lyfir sem komin í notkun, það hér. Hérna anti-TNF-alfa-lyfin, þessu klassísku, Remicade og þessi Inflectra. Það líka Humira sem ekki aðdurumað og síðast sem psoriasis-gigtarsjúklingarna hafa fengið Ustigmab. Vestfram í þessum það líka mjög vel sem IL-12 og 23. Það Jackinn 50% að nota? Jackinn, ég var að setja mín fyrsta sjúkling á Jackinn á prófæsítinni í gærpakki. Þannig að það eiginlega fyrsti sjúklingur sem við setjum á það. Aðalnálgun tilraunir meðferð hefur verið þess að breyta ánægjubrauð, bara út frá því að steragefa þrípín og methotrexat, að blokka sýtukína til þess með anti-TNF-alfa
og svo stoppa flutning hvíta blokkvöldna. Það integrín blokkaransbúr, N24 heitir það. Og svo reyna að hvetja á landskerfi, sko. Þetta hér, ég setti þetta fram í gamla, maður gefur svona parasitúr úr hérna nagrísum og þá vekur maður, hérna, þá sýkir maður heila sjúklingum. En þetta, við drepa mjög fljótt, þannig að við erum ekki að lifa með hann. En það þýðir samt sem áður það að þú vekur kerfi, sko, og þennan jákvæða hátt, þetta út frá þessar kenningum með sýning og umhverfi og þetta virkar. Það hefur ekki samt orðið mjög vinsælt og síðustu ráðstöðum þá sá ég að það svona áhrifin hafi dvínað heil mikið út frá þessu, sko. Það margir sjúklingar sem finnst fyrir óþægt að fara að taka eitthvað og vonum og svo segir maður, já, hann situr ekki eftir, hvernig getur þú vitað það? Þannig að þetta er svona, þessi ekki alveg auðvelt. Svo er náttúrulega það að breyta mikrobiota. Það er eitt lyfsikrarlyf sem mann ekki náttúrulega, sem hefur notast átt mikið núna. En svo er það prebiotika og reyna að breyta þarmaflóruna með prebiotika og probiotika. Og svo frekar transplant sem er hérna síðast og Michael Kahn hérna frá Bretlandi hér mjög athyglisverðan fyrirlestur þar sem hann talaði hérna, tók dæmi það að konur sem hafði verið með ómögulegan sárhreiðslubólgu sem vildi ekki fara í aðgerð og hafði fekk transplant eftir 30 ára baráttu og hún bara stóð upp og labbaði hennar út. Þetta var svona dramatísk lýsing en hérna en hérna stúdíuna hafa verið hérna alveg eins dramatísk og flottar eins og fyrirlesturinn Michaels en hérna þetta virkar þetta náttúrulega. Það má ekki gleyma því að hugsa út í þessa þætti að hérna þetta fyrir sig við vitum það að margir þeirra eru með dýrkuminskort og menn hafa velt fyrir því hvort það einhver tengst við sjúkdóminn eða hvort það sé afleið. Hreyfing, stress og annað þarf líka að huga að. Áður þegar byrjum við alltaf bara með massa, svo erum við yfir í slerana og svo yfir í tímalasjúkdómsins og endur við svo frá erfiðlyfjum og fórum í aðgerð. Í dag er þetta raunverulega kannski mátið sem við förum þegar sjúkdómurinn er vægur eða neðar. En ef hann er mjög alvarlegur, þá erum við farin að velta náttúrulega fyrir okkur miklu fyrir aðgerð og förum kannski frekar í hina áttina og bætum þá við til stuðnings við þá meðferð þegar við erum búin að snúa alvarlega prósessunum við. Þannig að við erum að færa okkur pínandi úr hérna frá því svona step up og í alvarleg tilfellum í step down nálgun. Annað svar ég búin að nefna. Meðferðin er staðbundin eða systemisk og við notum náttúrulega ofta stera til að byrja með og það er ca. 2/3 sem svara mjög vel þegar meðferð. Ég ætla bara að fara hratt yfir hérna 5 asa þekkiði, salsaprín fyrsta lífið, bílkentum og asakúl og kólestíkur pentasa. Þetta hér er ekki til á Íslandi en hérna þessi hér eru virk fyrst og fremst í hérna ristli, sunnara, alveg háð að það sé bakteríuflóra þess að geta brotið til að fá virkt lyf. Og önnur meðferð vorum aðeins búin að nefna, þannig ég fer bara hratt yfir hérna. Við sjáum það að sterarnir hafa áhrif, en ekki alveg 100%. Þannig að þess vegna hafa hérna önnur leitin og öðrum lyfjum alltaf upp til staðar að reyna að finna eitthvað til þess að reyna að ná tökum á borgunum. Ef maður keyrir bara á sterum, þá er innan eins á 70%. Sterar einu sér nægja ekki til þess að halda sjúkdóminn niður. Við þurfum meira hérna langvarandi bólguhemjun og við notum til þess hérna fyrst og fremst á asatíoprín, það sem virkar mjög vel. Við notar methotrexat, það er náttúrulega
aukaverkanir og við getum ekki að passa okkur vel. Konur sem eru geta orðið þungaðir með þessa. Þetta aldrei fósturskemmdum, þannig að það fyrir að vera því nýju lyfin lífeitnalyfin hafa gjörbreytt ástandi fyrir þessum sjúklinga. Þeir lenda síður í aðgerðir, fá minni fíbrósu, þannig að það hefur gengið mjög vel eftir að komst í það sko. Svo þessi nýju lyf, þetta hallandsett í þetta fín, það ruskumatlir, Stellara, þetta jakemellin sem hefur þann kostið fram yfir lífeitnalyfin að það eru töflur. Þetta smámorgur meðferð, þannig að maður getur gefið það bara í töflur. Það byrjar með 10 mg mörgur kvölds, fer svo yfir eftir 8 vikur í 4 mg sem 2. Önnur meðferð sem ekki má gleyma, ekki síst næringin hafa. Og í bráðafrans að það nota ég oft það sem það setja það á hendurunum að bænum sem kvílir. Sáristubólgu skiptir ekki máli. Það breytir einhver gang bólguna, en það líður okkur betur að fara aðeins að fá bara næringu í æði staðan fyrir að fá það í börn. En það má ekki vera mjög lengi, maður þarf bara að hafa það nokkra daga og svo bara byrja maður strax að gefa þeim eitthvað eða gefur næringadrykki með í byrjun til þess að halda börnunni við. Þetta hér eru sett lífeitnalyfin sem við erum að nota, antitinefallyfin erum í dag ekki lengur vernduð af þau eru ekki lengur vernduð, þannig að í dag koma biosimilars eða lyf sem eru samheitalyf og hafa þá orðið miklu ódýrari sem hefur gert þetta mun viðráðanlegra, annars var þetta éta upp lyfja kostan hér í landinu, það sem þetta notað við alls konar krónískar bólgur. Vetulísmab en tvíbjörn hefur þann kostan að það bara vitt í börn, en neikvægt það að það tekur langa tíma, maður sér oft ekki áhrifin eftir 3-4 mánuði sem gerir það verkum að þessum ekki aðeins hægt að nota í bráðum fasi. Og lyfin duga ekki, ég ætla bara rétt að minnast á skurðlæknana, þá vandinn að skera á réttum tíma. Það mismunandi aðgerðir til. Þetta var ég búinn að tala um. Ég ætla bara að fara mjög hratt yfir svo ég náði að fara yfir þessar klæri sem ég setti saman. En það skiptir miklu máli að við fylgjumst vel með sjúklingum. Ég tek þetta fram þetta er ECHO guidelines í efstu Crohn's og colitis samtökin. Þar sá ég sem þá bókin standard raunverulega að spegla. Og svo þetta það nýja sem margir kannski þekkja ekki að beta-karotínið er efni sem við getum notað til þess að fylgjast með bólgu og á síðustu þingi þá segja ég það að við erum að nota þetta til að fylgjast með og þetta byggir á mörgum snöðum. Þetta hér er kostiði, þetta er einfalt sauðpróf til þess að meta hversu mikið virkni í metrofílum. Það er ekki sértækt, en það hefur kostnað að vera ódýrt, fljótlega og non-invasive og virka leðinlega til geftur svo getum við líka notað við þess að þeir sem eru ekki með hættuna á því eru ólíklega með sáristból. Þannig við getum notað þessi mismunagreiningu án þess að þurfa að fara að spegla hefur við notað þannig dálítið. Þetta hér er líka í þessum leikreiningum og þetta sýnir svona hvernig maður getur notað til að fylgja með. Maður setur upp ákveðin mörk og tekur á breytir þegar maður sér það að maður fyrir upp fyrir mörkir og svo. Það er alltaf til eitthvað óvissu ástand sem maður þarf að skoða nánar til þess að átta sig á því.
En þetta hjálpar okkur og sparar speglanir og óþægindi fyrir sjúklinginn. Þetta svona 10 mjög góða rannsóknir stíða nokkuð þessa. Þannig að þetta er hérna var þessa styrkleika sönnunargagna fyrir þessar ráðningar. Það í B-flokki. Við erum sumir vilja meina það sé í það sem heitir A. En þetta hefur sterkt kennslu klíníska gang. En það nefnt að minnast að það enginn sem veit nákvæmlega hvar mörk í gang og margt bendir til þess að þessi eitthvað sem við getum nota hjá einstaklingum. Þegar maður getur fylgjum honum og þá getum við fundið út hvar við maður fær vera út frá hans en við getum ekki borið kannski sjúkling til sjúklings heldur við sjáum hvernig hann hefur hagað sér í þessu. Að fá sjúkling til að fylgja öllum fyrirmælum að gera allt er nokkuð flókið mál og það er margt sem getur breytt þetta er multifaktoröld eins og ég sá við að nú ekki á þetta það eru aukaverkanir það er allir möguleg hluti sem geta komið upp á og til þess að reyna að bæta þetta þá þurfum við að kenna og við þurfum að fræða og við þurfum að hafa gott samband við sjúklinginn það þarf að hafa gott aðgengi á okkur og það þýðir það að maður þarf að hafa góðan hóp eins og ég sagði multidisciplinary og í dag sem erum við búin að koma upp okkur þessar IBD-hjúkrunarfræðingi og Berglind Gísladóttir sem hefur á speglum og dagvöldubildinni hún sem í dag IBD-hjúkrunarfræðingur okkar og við erum með eitthvað sem heitir meltingamóttöku SAG og erum að reyna að byrja þessa starfsemi að reyna að skapa þetta og ef við neyðum þarna ekki rétt þetta melting@sag.is og við þetta er læra sem ég fann sem kallaði breytt á roles og það fleiri þættir þar sem hjúkrunarfræðingur getur hjálpar til við að fræða sjúklinginn og eins og stæður engaging patients að fá sjúklinginn með í það að fylgja fyrirmælum og skilja atburðum að gera það og svo framvegis en og líka bæta aðgengið að okkur og gera það öruggara allan hátt. Hérna eru nokkrir þættir sem maður þarf að velta fyrir sér við IBD. Það er bólusetningur og allt mögulegt sem þarf að huga að þeir sem eru á ákveðnum immunosuppressant þurfa að fara í húsbyggingu. Þannig það er svo margt annað sem þarf að gera. Klukkan er orðin, þannig ég veit ekki hvort ég ætla að segja svo mikið meira, en ég vona að þetta hafi verið svona aðeins upplýsandi það hvernig meðferðin er orðin og hvernig þetta er. Ég hef getað haldið fyrir slíka frekar transplant en ekki gert hann. Takk fyrir. Það tala að fasta þessu hvað áhrif á reynisjóðum. Ég er rannsókn að vera að bera saman mismunandi matar eins og 16-8 matar eða 52 matar eða Menn hafa ekki skoðað það beint. Það sem skoðið var fyrst og fremst að hann sett bara fólk í hvíld og þá kom í ljós að sjúklingar liðu með betur. Það var sérstaklega í Japan og Svíþjóð sem gerðu þetta stúdíu þessu. Svo kom í ljós að þú sett sondu niður og kjástum enterfæði bara í staðan fyrir paragraf. Að þá hafðirðu eiginlega betri árangur og það leiðinlega bara það að ganga með sondu, maður þurfti að gera þetta svona 4 vikur og ganga með sondu 4 vikur og vera með sondufræði, það er ekkert rosalega skemmtilegt. Þannig að þetta hefur eiginlega fyrst og fremst haft áhrif í og verið prófað í akut fasa, það er það sem við erum að nota það svo fljótlega þegar fólk bara að borða þegar að finna það að gengur upp. Sáriðsfólkur þá er fyrst og fremst bara hvílaðist frá það að fá ekki bara tilfinningar fyrir að fara að hlaupa klósettið og þá til hvernig er búin að hjálpa sig.
Ég ætlaði að spyrja takk fyrir góðan fyrirlestur. Komin einhver vísir af svona fekalbanka hér? Við erum ekki með fekalbanka hér, það sem við höfum notað okkur af ég tók hérna dálítið skemmtilegt. Þið getið lesið þessar glæðar. En það sem gott fyrir þessar glæðar það að þetta svona sem við gefum við fáum dóná og það notum við yfirleitt bara ættingi eða þetta maki eða það sem ekki hefur fengið síðan síðustu 6 mánuði og búum bara til lausn sem við svo gefum annað með ofanfrá, neðanfrá bara í klips og það hér ekki sammála en það það nákvæmlega hvernig á að hvort það sé betra að fara ofanfrá eða hvort það sé betra að fara neðanfrá hvernig á að hreinsa, á að gefa sýklalyf áður og hreinsa út flórið sem áður maður setur nýju þetta menn ekki alveg 100% en það stúdur í gangi og það ýmislegt sem bendir til þess að það sem vísir að menn hafa farið öðruvísi hafi ekki eitthvað árangur en það sem aðrir þannig að það er svona vísbendingar sem kannski komist við lengra upp næsta ár. Og þessi probiotik sem verið að selja hér alveg massavís og hafa þeir einhver áhrif? Hafa þeir einhver áhrif og líka í verkefni með að gefa sýklalyf, breytiverkefni að gefa með sýklalyf sem hafa áhrif síproxin og flagir sem hafa áhrif þessi Crohn's. Þar menn bæða þetta fyrir hvort áhrif á flóruna en líka bara kemur ljós að þeir hafa aðeins antíflóttur áhrif bara sjálf. Probiotika eða prebiotika mjög mikið ásögn, það fyrir rannsóknin en allt mjög svona óvíst hvort það hefur nokkuð að segja. Mörgum líður betur ef þeir eru búin að fá aðeins svona gerlablöndur og ef þeir tala gerlablöndur þá eru raunum blanda sem með 8 mismunandi tegundir sem eru 8-12 sem á þeirra mýlumennsku og ákveð magn líka. Þetta verið að selja þetta massa. Það er að setja massa vís og alls konar og margt af þessu enga klíniska þýðingu þannig sem við vitum ekki út frá stúdíu. Ég get ekki enga sannanir fyrir því að það skiptir máli við dóms. Snákaolía. Snákaolía engin áhrif. Aftur á móti hefur það að setja fólki í háþrýstiklefa hefur áhrif. Eða eins og höfundur Greinar sagði but it's hard to get and expensive. Það ræða það og það hafði svona 20-30% áhrif betra þessum plansaböðs að þess að sambarhópur en þá er það koma því hverju með háþrýstiklefa. Við komumst ekki lengur í dag. Við ætlum bara að kella það fyrir.